nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Drottinn Guð, Faðir allrar huggunar, veit oss fyrir orð þitt og heilagan anda stöðuga trú, sem við getum sigrað með allar raunir og skilið það. Það er satt sem þinn elskaði sonur, Jesús Kristur segir. Verið hughröst, ég hef sigrað heiminn. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð, í Jobs bók skrifað. Þá reis Job á fætur, reif klæði sín og skar hár sitt. Því næst lét hann fallast á jörðina og baðst fyrir með þessum orðum. Nakinn kom ég á móðurskauti og nakinn hverf ég þangað aftur. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað veri nafn drottins. Þrátt fyrir allt þetta syngaði Job ekki og álasaði Guð ekki. Amen.
Í Síraksbók stendur ritað: Dauði, hve þungt er að hugsa til þín, þeim sem nýtur friðar og eigna sinna, er áhyggjulaus og vegnar í öllu vel og á nægan þrótt til að njóta lífsins. Dauði, hve kærkomið er kall þitt þeim sem á bágt og brestur þrótt, er örvasa úrræðalaus, örvæntir og finnst fokið í flest skjól. Hræðstu eigi kall dauðans, minnstu þeirra er fyrri fóru og síðar koma, því Drottinn bjó þessi örlög öllum mönnum. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús mælti: Verið ekki áhyggjufull lífið, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sáð þeir né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufullum klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaksa,
hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skríðir svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað. Skyldan þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlítil. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag minnumst við Einars Ingvarssonar, ljúfs manns Ísfirðings, sem var trúr og trygglyndur sínu fólki, útsjónarsams manns,
sem ávallt var reiðubúinn að rétta öðrum hjálparhönd. Þegar hann kvaddur í hinsta sinn, þá skulum við staldra við orð Jesú í Guðspjallinu: hví eru þér áhyggjufullum klæðnað? Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa, hvorki vinna þær né spinna. Einar Ingvarsson virtist ekki þjakaður af áhyggjum. Hann var yfirvegaður og úrræðagóður. Hann tók lífinu eins og það var. Hann leitaðist við að sjá og heyra það fallega og skemmtilega í lífinu. Hann naut þess að hlusta á góða tónlist og borða góðan mat. Og umfram allt þá tók hann lífinu ekki of alvarlega. Heldur naut þess að sjá spaugilegar hliðar tilverunnar. Já, hann gat verið stríðinn og haft kaldan húmor. Verið með alls kyns spaugsyrði á vörum og brandara sem börn hlógu að. Og má sjá merkjum það í grafljóðunum ef myndirnar eru skoðaðar. En hið rólega yfirbragð hans bar þetta alls ekki með sér. Einar var maður sem virtist aldrei skipta skapi. En hefðir þú þekkt hann sem barn eða þegar hann var unglingur, þá hefðir þú vitað að í honum bjó ótaminn kraftur. Þegar Einar var 12 ára gamall strákur í Reykjavík, þá ók hann alla borgina á skellinöðrum. Það óhapp vildi til þegar hann var að aka fram úr leigubíl að hann rak hendina í lukt eða kastljós sem var utan á leigubílnum og braut á sér hendina. Einar var lagður inn á sjúkrahús. Auðvitað þótti stráknum vistin dauf á Landspítalanum. Svo eitt kvöldið laumaði hann sér út og skrapp í bíó. Eftir kvikmyndasýninguna fór hann heim til frænku sinnar sem var hjúkrunarkona og hefur sjálfsagt hugsað sér að fá hana til að smygla sér inn, en þá vildi ekki betur til en þar var saman kominn hópur af hjúkrunarkonum á spítalanum, konum sem vissu að strákurinn átti að vera liggjandi í rúminu. Já, stríðinn var hann og uppátækja semar. Eitt kvöldið dó þar kona í næsta herbergi á Landspítalanum. Hún var vafin í lag og ákveða að geyma hann í sjúkraherberginu fram á næsta dag. Þá stalst strákurinn Einar í rafmagnsboxið og víxlaði vírum, þannig að þegar hann hringdi bjöllunni, þá var eins og hringt væri úr herbergi hinna látnu. Já, uppátækin voru mörg, en svo eftir að hafa hleypt heimdragan og séð sum í heiminum og lært rafmagnstæknifræði, þá varð Einar af þessum yfirvegaða og stillta manni sem við þekktum öll og kunnum vel að meta hér í samfélaginu á Ísafirði. Og þetta sýnir að allar manneskjur eiga sér fleiri en einar hlið. Enginn einhamur. Við erum eins og liljur vallarins. Við vöggum okkur í vindunum, við opnum krónuna og brosum mót sól í blíðviðrinu og við hnegjum höfuðið þegar stormurinn blæs. Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa, hvorki vinna þær né spinna. Einar Ingvarsson var fæddur hér á Ísafirði þann 10. nóvember árið 1939. Foreldrar hans voru þau Sigríður Jónsdóttir píanókennari og Ingvar Jónsson skrifstofumaður. Var Einar þriðja barn þeirra hjóna af alls 4. Eldri en hann voru systurnar Rannveig og Arnfríður, en yngst var systirinn Anna Sigríður. Af þessum systrum hefur Arnfríður kvatt þennan heim. Blessuð sé hennar minning. Rannveig kveður bróðir sinn úr fjarlægð, en Anna Sigríður hér í dag og
fylgir bróður sínum síðasta spölinn í þessu lífi. Fjölskyldan átti heima í Aðalstræti 32 í húsi sem nú er horfið. Einar sleit barnsskóm sínum hér á Ísafirði en þegar hann var á 8. ári þá flutti fjölskyldan suður til Reykjavíkur. Þau settust að á Grettisgötu 73 sem í dag tilheyrir 101 Reykjavík. Og Einar gekk í Austurbæjarskólann og hann tók landspróf frá Lindargötuskólanum. Þar nám lá vel fyrir honum, þá fór Einar í menntaskólann að Laugarvatni og hann útskrifaðist þaðan sem stúdent vorið 1961. Meðan hann var á Laugarvatni þá kynntist hann ungri ísfiskri stúlku, Elínu Matthildi Jónsdóttur, sem einnig var þar við nám og varð þeim vel til vina. Að loknu stúdentsprófi fór Einar að vinna. Hann vann til dæmis hjá Vélsmiðjunni Héðni í Reykjavík og við vélavörslu í fiskverkum í Vestmannaeyjum. Og síðan hélt Einar út til náms í Þrándheimi í Noregi. Hann útskrifaði sem rafmagnstæknifræðingur frá Trondheim tekniske skúli árið 1967. Ég flyt hér kveðju frá gömlum skólabróður í Niðarósi, Daði Sæm Ágústsson, kveður kæran skólabróður og vottar aðstandendum samúð sína. Að námi loknu var Einar ráðinn til rafveitu Ísafjarðar sem rafveitustjóri og þannig atvikaðist það að hann flutti aftur til fæðingarstaðar síns Ísafjarðar. Einar starfaði sem rafveitustjóri Ísafjarðar næstu 7 árin. Á þessum árum var mikil uppbygging í sjávarútvegi á Vestfjörðum. Hér voru gerðir út skuttogarar og veitt í flottroll. Þá var ákveðið að efla fiskvinnsluna í landi. Stofnað var félagið Beis af fiskvinnslufyrirtækjum hér við Ísafjarðardjúpið. En þetta heiti stendur fyrir bæina Bolungarvík, Eyrarhrepp, Ísafjörð og Súðavík. Var Einar ráðinn til að þróa áfram vinnslulínur hjá þessum hraðfrystihúsum og eins var hann fenginn til að reikna út bónusa en þarna var tekið upp vinnuhvetjandi kerfi. Seinna þróaði hann svo hópbónuskerfi fyrir fyrirtækin. Vegna vinnu sinnar við þetta sameiginlega fyrirtæki þá var Einar oft kallaður Einar Beis. Einar flutti hingað til Ísafjarðar árið 1967. Fljótlega eftir að hann kom hingað hitti hann Elínu Matthildi Jónsdóttur. Þau endurnýjuðu fyrri kynni frá Laugarvatni og fyrir varði voru þau orðin ástfangin og farin að búa. Þau giftu sig þann 10. nóvember 1968 heima hjá séra Sigurði Kristjánsinni í Pólgötunni eins og þá var alsiða. Þau Einar og Elín Matthildur eignuðust 3 börn en fyrir átti Elín dótturina Kristínu Álfheiði. Börn Einars og Elínar í aldursröð þessi. Hörður elstur, Þórdís í miðið, Páll yngstur. Ég ætla að segja aðeins nánar frá börnum og tengdabörnum og fjölda afkomenda. Hörður Einarsson kvæntur Magneu Gylfadóttur, þau eiga 3 börn, Ragnhildi, Einar Gylfa og Mörtu Maríu. Barnabörnin 3. Þórdís Einarsdóttir gift Björgvini Benediktssyni, sonur þeirra Benedikt. Páll Einarsson kvæntur Berglindi Halldónsdóttur, þeirra börn Björgúlfur Egill, Hálfdán Hörður og Matthildur María, barnabörnin 2. Kristín Álfheiður í sambúð með Sighvati Jóni Þórarinsinni, þeirra börn þau Anna Ólafía, Jón Kristinn, Erla og Davíð. Barnabörnin 10 og barnabörnin 4. Þau Einar og Elín reistu sér fallegt einbýlishús í Fagraholti 14 og þar hafa þau átt heima síðan.
Einar Ingvarsson var rólegur maður og ljúfur. Hann hafði góðan húmor en hann gat verið hrekkjóttur. En þessir eiginleikar gerðu hann líka að góðum kennara. Hann hjálpaði börnunum sínum að gera við reiðhjól og bíla. Það eru ófáir kassabílarnir og leikfangasverðin og jafnvel lásbogar sem hafa verið smíðaðir í bílskúrnum. Einar var ekki mikið fyrir það að segja nei og banna börnunum. Hann taldi það að börn ættu að læra að bjarga sér og reynslan væri alltaf besti skólinn. Einar varð afar sjaldan reiður, en auðvitað þurfti hann einhvern tíma að byrsta sig við börnin. Einari þótti undurvænt eiginkonu sína og börn. Það var ekki til sá hlutur hann vildi ekki fyrir þau gera. Og oft þurfti ekki einu sinni að biðja hann hjálp eða greiða. Einar hlustaði og fylgdist með börnum sínum og hann sá hvar hann gat rétt þeim hjálparhönd. Samhliða störfum sínum hjá frystihúsunum. Þá var Einar stundankennari hjá Iðnskólanum á Ísafirði. Mörgum piltinum hjálpaði hann til að læra stærðfræði því Einar var bæði þolinmóður og laginn kennari. Eftir 1990 fór Einar að starfa hjá sölumiðstöð hraðfrystihúsanna og síðar hjá Íshúsfélagi Ísfirðinga og þar vann hann til starfsloka árið 2005. Einar var lengi vel virkur félagi í Rótarýklúbbi Ísafjarðar. Þetta starfsgreinaklúbbur þar sem góður hópur félaga kemur saman og snæðir og síðan gjarnan flutt starfstengt erindi eða annað áhugavert. Einar Ingvarsson var tónlistarunnandi og hann hafði gott tóneyra. Stundum þegar hann kom heim eftir langan vinnudag og það var kyrrð í húsinu heima, þá settist hann við píanóið og lék ljúfa tónlist á fingrum fram. Einar satt lengi í stjórn Tónlistarfélags Ísafjarðar og eru honum þökkuð óeigingjarn störf á þeim vettvangi. Hingað hafa borist kveðjur frá þeim sem ekki komust en hugsa nú hingað í dag. Það eru saknaðar kveðjur frá Perlu Dögg Jensdóttur og langafabarninu Kristínu Ásu Jónsdóttur. Kæru aðstandendur, fjölskylda og vinir, við hefðum svo gjarnan vilja vera með ykkur til að kveðja ástkæran vin. Einar gaf okkur svo margt og var okkur mikils virði. Við sendum ykkur innilegar samúðarkveðjur og vonum að þið finni styrk í minningunum hann. Og þessa kveðju senda þau Hanna Björg, Jóhann Már, Sóley, Hreiðar og Emil Örn Edda börn. Þá eru kveðjur frá Siggu og Dagníu Þrastar með þakklæti fyrir þolinmæðina og kærleikann sem Einar sýndi þeim alla tíð. Og Dagný minnist góðra stunda yfir kaffibollum í eldhúshorninu á Aðalstræti 16. Bæði í textum Biblíunnar og eins í sálmum sálmabókarinnar lífinu oft líkt við blóm vallarins. Blómin vaxa upp á vorin, þau vaxa og blómstra og svo þegar haustar þá fella þau blöð og blómkrónur. Og þannig lífsins gangur. Einnig líf okkar mannanna lítur þessu lögmáli lífsins. Á sínum efri árum glímdi Einar við hjartveiki og ellin tók að færast yfir, þá fór hann að verða gleyminn á vissa hluti. Hann vissi og mundi allt sem hefði gerst í fortíðinni. Hann gat rakið það hvernig vinnslu og veiðiaðferðum hefði verið háttað, en það sem var að gerast yfir daginn eða vikuna virtist ekki lengur festast í minni hans. Síðastliðið haust fór hann inn á öldrunarheimilið Eyri. Hann hafði þá fengið sér rafmagnsskutlu og sem gamall mótorhjólagægi þá var Einar í engum vandræðum með að aka skutlunni niður í bæ eða heim í Fagraholtið.
Það ekki langt síðan hann sat í stól þegar á deildinni Tanga og spjallaði gömlu góðu dagana og stundum þegar enginn heyrði til eða fylgdist með þá settist hann við píanóið og spilaði að fingrum fram. Einar Ingvarsson kvaddi þennan heim þann 13. maí síðastliðinn. Einar lifði góða ævi. Hann lét gott af sér leiða, var góður eiginmaður, góður faðir, afi og langafi og hans verður sárt saknað. Ástvinir Einars þakka auðsýnda samúð og þau bjóða til erfidrykkju hér í safnaðarsalnum að lokinni útfararathöfn hér í kirkjunni. Kista Einars verður flutt inn á Réttarholt í mynni Engidals og þar fær hann sitt hinsta leg í faðmi fjalla blárra. Það undarleg tilfinning að standa við gröf ástvinar, þá skynjar maður vel hversu endaleg tilveru okkar allra því öll afmörkuð stund hér í heimi. Og þess vegna svo mikilvægt að lifa vel og ástunda kærleika og hjálpsemi. Og ég tala ekki krydda svolítið tilveruna með gríni. Því þannig verða til minningar. Og minningar eilífar, það lifi í hugun og hjörtun ástvinanna. Við skráum nöfn látinna ástvina inn í kirkjubókina og grafir merktar með nafni. Fyrst í upphafi það kross og svo setur fólk upp legstein og svo nöfnin skrifuð í himinn Guðs. Því við öll geymd í huga hins almátta Guðs. Við öll mikilvæg og dýrmæt. Við öll hluti af Guðs góðu sköpun. Við hluti af lífríkinu. Hyggið að liljum vallarins, hversu þær vaxa. Hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í ofn kastað, skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlítil. Dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen.
Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Skulum biðja. Lifandi drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi. Helgaðu jarðlífssporin, svo að vér studd náð þinni, hljótum þá arfleið sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og láta þær bera þér vitni. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Einar Ingvarsson. Blessa minningarnar hann. Við felum þér hann og framtíð vor allra, veit honum þín eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Í Jesú nafni segjum við öll saman að hjarta: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Einar Ingvarsson, af jörðu ertu kominn, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Hér við skiljumst og hittast munum á feginstegi fyrra, Drottinn minn gefi dánum ró og hinum líknir lifa. Amen.
Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur og sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.